6. Byrja aftur. Já, byrja aftur fyrirgefiði. Gleymd að kveikja á. Aukafundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 11. maí árið 2026, 3:04. Borist hefur ósk að leita afbrigða til að taka á dagskrá fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 8. maí síðastliðnum og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Þá það samþykkt og það eingöngu fundargerðir sem á dagskrá og við göngum til dagskrá en undir lið 1 að finna fundargerð borgarráðs frá 7. maí, forsætisnefndar frá 8. maí, mannréttindaráðs frá 30. apríl og umhverfis- og skipulagsráðs frá 6. maí ásamt fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 8. maí. Og fyrst á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, það mjög óhefðbundið að við hittumst svona í vikunni sem eru kosningar, en það eru hér nokkuð mál sem okkur fannst brýnt að ná að afgreiða, sem tengjast kannski svona grunnskyldu Reykjavíkurborgar, að fólk geti búið við öruggt heimili, óháð félagslegum aðstæðum og eða tekjum eða slíku. Og húsnæðisvandinn sem fólk á, þetta birtist á okkur auðvitað mjög oft hér á vettvangi borgarinnar og það eru biðlistar og meðalbiðtími og fjöldi íbúða og þetta allt svona einhverja tölur sem við fjöllum oft en þetta auðvitað á bakvið, þetta fólk, þetta fjölskyldur sem þrá ekkert heitar en að búa við húsnæðisöryggi. Og við getum einhvern veginn ekki látið kosningarnar stoppa þá framvindu sem Reykjavíkurborg hefur staðið að núna síðustu kjörtímabil og í samstarfi við ríkið. Og við sjáum bara skýrt, finnst mér, í gögnum sem fylgja þessu máli og kannski best að ég taki nú strax fram að ég að ræða hér undir fundargerð borgarráðs frá 7. maí, 10. lið, 11. lið, 23. lið og 24. lið. Og gögnin undir þeim liðum finnst mér tala bara vel fyrir sig sjálf. Við sjáum að umsóknum óhagnaðardrifið almennt húsnæði hefur fjölgað. Það eru fullt af fólki sem að bíða þar. Það sérstaklega mikil þörf fyrir minni íbúðir og líka fyrir fjölskyldufólk. Og þess vegna mikilvægt að við séum ekki bara að tala þetta, heldur við samþykjum virkilega raunverulegar aðgerðir, ekki bara breytingar á fjárhagsáætlun, heldur líka það að við styðjum við þá sem eru að byggja upp heimili fyrir fólk. Tillaga félagsbústaða gengur út á að nýta eigin fjárframlag borgarinnar, þannig að það skili sem flestum íbúðum, en leið tryggi sjálfbærni félagsbústaða. Þess vegna var ákveðið að fara með aðeins hærri og hér eru starfsfólk félagsbústaða og velferðarsviðs, stjórn félagsbústaða þakkuð aðkoma sína þessu tillögum og stjórnendur velferðarsviðs og öllum þeim sem að þessu komu. Þarna búið að útfæra það hvernig við getum nýtt þetta framlag og mér finnst mikilvægt að við klárum það á þessu kjörtímabili. Við erum með nokkuð margar tillögur þarna undir, ekki bara byggja, heldur líka auðvelda fólki að flytja á milli og það var gerð könnun meðal þeirra sem að bíða eftir félagslegu húsnæði hjá borginni og þeir eru tilbúinir til að skoða fjölbreyttari búsetuform sem þá ákveða að taka fyrstu skrefin þarna Mér finnst líka mjög mikilvægt að við förum yfir þjónustuíbúðir aldraðra, það langt síðan við höfum gert það og það var eina af þessum aðgerðum sem þarna undir og ég hlakka til að sjá það á næsta kjörtímabili hvað kemur út úr því. Það nefnilega hluti þess húsnæðis komið til árasinna og við þurfum að gera betur og ég held að sé ábyrg nálgun núna að setja það vinnu af stað þannig að við fáum þá tilbaka hugmyndir hvernig við getum gert það seinna. Þannig við séum í rauninni að byggja á raunverulegum þörfum fólks í dag en ekki einhverjum gömlu húsi og gömlu kerfi sem úrelt.
En forseti, það sem skiptir þó mestu máli í þessari tillögu að við erum ekkert bara að horfa á næstu mánuði, við erum að horfa til lengri tíma. Þess vegna viljum við gera þessa viljayfirlýsingu við félagsbústaði til þess að skapa þessar forsendur til þessar uppbyggingar. Við erum að horfa upp á alltaf 345 íbúðir á 16 lóðum og svæðum víðs vegar um borgina á tímabilinu 2026 til 2032 og tryggja að félagslegt húsnæði verði ekki bara afmarkað við fáastaði, heldur sé það í öllum hverfum borgarinnar, sem svo mikilvægt. Við tölum félagslega blöndun, við tölum að við viljum félagslega blöndun og þá þurfum við líka að gera það því það skiptir máli. Það skiptir ekki síst máli fyrir börnin sem alast upp í þessum hverfum, að við alast ekki upp einsleitu hverfi og það skiptir máli fyrir borg sem ætlar að halda áfram að vera borg þar sem að fólk bara úr ólíkum aðstæðum og með ólíka tekjur og slíkt býr hlið við hlið, tekur strætó saman, með börnin sín í sama skóla og kynnist hvert öðru. Þetta allt saman verkefni sem mjög mikilvægt að tala um. Nú svo erum við líka með viljayfirlýsingu við Bjarg, það áframhald á því góða verkefni. Það eru 3–4 þúsund manns sem að bíða núna eftir því að fá úthlutað húsnæði hjá Bjargi. Það gríðarleg ásókn í það húsnæði og Reykjavíkurborg hefur sýnt algjöra forystu þar í takt við þann samning sem gerður var við fyrri ríkisstjórn og þar með fyrrverandi formann Framsóknarflokksins að fyrrihluta þessa kjörtímabils. Það mikilvægt að við stöndum við okkar hlut þar og hikkum ekki og látum ekki kosningar slá okkur út af laginu og sama með þessa viljayfirlýsingu varðandi Visku og Félag íslenskra náttúrufræðinga. Þetta fyrsta skrefið en þau komist að því að 11% sinna félagsmanna eru undir tekjumörkum almenna húsnæðisins. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, lokið máli sínu og áður en lengra haldið þá vil ég fá að minna á það að við þurfum að afgreiða eftirtalda liði úr fundargerð borgarráðs frá 7. maí. Það 7. liður skólabrú og 8. liður viðauki við fjárhagsáætlun og 10. liður uppbygging félagslegs húsnæðis og nýting eiginfjárframlags til félagsbústaða. 11. liður viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar og félagsbústaða HF. 22. liður endurskoðun græna plansins, uppfærð heildarstefna Reykjavíkur til 2030. Og 23. liður viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar, Visku stéttarfélags, háskólamenntaðra og Félags íslenskra náttúrufræðinga uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis. 24. liður viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar og Bjarg íbúðafélags og 26. liður uppmæling á stjórnsýsluhúsum. Og forseti minnir borgarfulltrúa á að tilgreina í upphafi málsins hvaða lið í hvaða fundargerð hann hyggst ræða. Og þá tekur til máls næstur borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Nokkrum mikilvægum málum úr síðustu fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 8. maí og síðasta fundargerð ráðsins á kjörtímabilinu. Ég vildi byrja á því að vekja athygli borgarstjórnar á því að á þessum fundi síðastliðinn föstudag samþykktu við 3 nýja menningarsamninga við aðila sem að gegna mikilvægu hlutverki í menningarborginni. Fyrstan vil ég nefna samning við Tjarnarbíó, heimili sjálfstæðra sviðslista sem gríðarlega þýðingamikill vettvangur fyrir efnilega unga listamenn, grasrótina í sviðslistum borgarinnar. Í öðru lagi var samþykktur samningur við bókmenntahátíð í Reykjavík sem með 40 ára merkilega sögu í bókmenntaborginni og loks nýr samningur við stórsveit Reykjavíkur sem eins og við þekkjum einstæð sveit í tónlistarflóru borgarinnar. En við samþykktum líka á þessum fundi merkar tillögur frá starfshópi þátttöku fatlaðra barna í íþróttastarfi sem var settur á fót í fyrra að tillögu fulltrúa Vinstri grænna í ráðinu og hópurinn fékk það mikilvæga hlutverk að leita allra leiða til þess að auka þátttöku fatlaðra barna í íþróttastarfi borgarinnar. Vinnan leiddi í ljós ýmsar staðreyndir og tölfræði sem ekki hafa legið fyrir áður og eru því miður sláandi.
Það er ein meginniðurstaða hópsins að þátttaka barna með fötlun er verulega lægri en barna en barna sem ekki eru með fötlun og líklega aðeins 10%, en gögn stöðuna eru hins vegar takmörkuð. Við vitum líka af öðrum gögnum sem að tengjast verkefninu Allir með að þátttökuhlutfall fatlaðra barna á landsvísu er jafnvel enn lægra, eða rúm 7%. En til samanburðar eigum við tölur til dæmis hlutfall barna og unglinga 15 ára og yngri sem stunda íþróttir á hverfisfélögunum í borginni og þær hafa legið á bilinu 60–70% í áratugi. Það er því mjög ólíkur saman að jafna varðandi fötluð börn og ófötluð og gríðarlega mikilvægt fyrir okkur þegar við förum inn í nýtt kjörtímabil að taka hér hraustlega á málum. Starfshópurinn metur það sem svo að ástæður þess að þátttaka fatlaðra barna og ungmenna í íþróttum sé svona lág liggi fyrst og fremst í háum kostnaði, skorti á stuðningi, upplýsingum og þjálfurum og aðgengismálum almennt. Þá er líka mikilvægt að skilgreina mismunandi fötlunarhópa því það getur haft verulegan fælingamátt í för með sér ef boðið upp á æfingar án tillits til þessa. Þrátt fyrir þessa stöðu er rétt að árétta að það er til staðar sterkur grunnur fyrir öflugu íþróttastarfi fatlaðra í Reykjavík og mikil þekking á málaflokknum hjá ÖSP og Íþróttafélagi fatlaðra í Reykjavík sem hægt er að byggja á til að ná enn betri árangri til framtíðar. Helstu tillögur starfshópsins til að auka þátttökuna markvisst er að bæta verulega gagnaöflun, auka kynningarstarfið, fjölga æfingum og efla þjálfun með sérstöku viðbótar fjármagni. Og það er megin tillaga hópsins að ráðist verði í 5 ára átaksverkefni með það að markmiði að auka þátttöku fatlaðra barna og ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi 5–10% á hverju ári. Nú styrkir Íþróttabandalags Reykjavíkur til íþróttastarfs fatlaðra barna og ungmenna í dag 34 milljónir króna á ári en starfshópurinn áréttar að svona átaksverkefni myndi kalla á fjárveitingu af stærðargráðunni 30 milljónir. Þannig að það þyrfti að tvöfalda eða þar bil það framlag sem að greitt er til íþróttastarfs fatlaðra barna og ungmenna í dag ef vel á að vera. Í mínum huga er það einboðið að ný borgarstjórn svari þessu kalli starfshópsins og leggi fram nægilegt fjármagn svo hægt verði að auka þátttöku barna og ungmenna með fötlun til muna á komandi árum. Það er algjört skilyrði fyrir því að við getum staðið undir nafni sem velferðarsamfélag að við mætum þörfum barna án aðgreiningar í þessu efni. Það er algjörlega nauðsynlegt í mínum huga að hort verði til tillagna hópsins strax í haust. Við gerð næstu fjárhagsáætlunar enda ættu allir að vera sammála nauðsyn þess að auka þátttöku fatlaðra barna og ungmenna í íþróttastarfi, bæði innan sérstakra félaga en ekki síður innan rótgróinna hverfisfélaga í borginni eins og við lögðum til í bókun samstarfsflokkana í menningar- og íþróttaráði síðastliðinn föstudag. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, gaman að vera með ykkur hér í dag á þessum aukafundi. Ég ætla að fá að taka örstutt til máls undir 7. lið skólabrú og hins vegar undir 27. lið uppmæling á stjórnsýsluhúsum. Ég fagna því að við séum komin með svona einhverja mynd á það hvernig skólabrúin á að líta út og þetta skiptir máli að vanda til verka þegar við byggjum grunnskólan okkar. Ég held eins vegar að við þurfum aðeins að staldra við þegar við sjáum að kostnaður fyrir grunnskóla er komin hátt í 20 milljarða ef við miðum við efri vikmörkin. Það er nú búið að reyna að tálka aðeins af þessum hugmyndum og gera þau raunhæfari þannig að það sé hægt að ráðast í þessa framkvæmd og íbúar eiga skilið í þessu hverfi að fá fallegan og gagnlegan skóla og hafa beðið lengi eftir honum en maður veltir því fyrir sér þegar maður sér svona tölur hvort að það sé ekki hægt að gera hlutina á hagkvæmari hátt og hvort að það sé ekki hægt að ganga hraðar í verkina því að þarna gæti nú verið það er gert ráð fyrir því að skólinn rísi ekki fyrir en 2035 ef ég
les rétt. Og það eru fjölmargar leiðir til þess að byggja þessa skóla og við vitum það að það er verið að reisa svona skólamannvirki allt land og allan heim, miklu hraðar og þannig að þetta er svona kannski dálítið áhyggjuefni að við séum að byggja, eyða tímanum og peningunum í mikla hönnun en síður í, og þetta er náttúrulega notagildið gott en eru íbúar að biðja þetta? Ég veit það ekki alveg. Allavega, við munum sitja hjá við afgreiðslu þessa máls vegna þess að við hefum viljað sjá samanburð af hagkvæmari kostir sem að geti risið fyrr og veitt þjónustuna fyrr. Síðan er það hér 27. liður og þar kemur inn mál á lokametrunum sem heitir uppmæling á stjórnsýsluhúsum og mér langar að gera eiginlega athugasemd við nafnið á þessari tillögu að því það er í grunninn verið að stefna því að innvista ræstingum og það geta verið fjölmörg sjónarmið það hvort að það sé rétt gagnvart svona aðbúnaði og starfsaðstæðum þeirra sem sinna ræstingum og við getum öll haft skoðun á því en þá eigum við bara að segja það að við viljum innvista í ljósi þess að einkamarkaðurinn á sviði ræstinga að hann kom ekki nægilega vel fram við verkafólk. En við vitum öll að það er mun hagkvæmara að útvista þessari þjónustu og þetta myndi kalla á það að ráða talsvert af starfsfólki til borgarinnar og ég held við ættum að frekar að leggja bara mikla áherslu á það í útboðum og þegar við erum að kaupa þessa þjónustu að það sé komið vel fram við verkafólk og og fylgja eftir ábyrgð okkar í innkaupareglunum og innkaupastefnu og frekar en að stefna því að fara að fjölga hér borgarstarfsmönnum með þessum hætti. Það mun fylgja þessu 20 milljón króna sóun á ári og eflaust er það blautur draumur einhverja hér lengst á vinstri vængnum að fjölga borgarstarfsmönnum og innvista sem flestum verkefnum og reyndar hefur það byggst í þessari kosningabaráttu og það er þannig. En ég held að borgarbúar sé ekki að kalla eftir því. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvör. Veitir þá andsvar Andrea Helgadóttir. Takk fyrir þetta. Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja. Ég ætlaði bara að vekja athygli á því sem að Einar Þorsteinsson kallar sóun, að borga fólki sanngjörn laun og að meta störf fyrirfram og ákveða það sem að þarf að gera fyrirfram á sanngjarnan hátt og eftir þeim stöðlum sem að mælt með að gert sé. Við uppmælingar að honum finnst að vera sóun. Það eru launþegar sem að borga okkur útsvarið, ég ætla bara að minna á það. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég skil ekki alveg hvað borgarfulltrúinn er að fara með það að það séu borgarbúar sem borga okkur útsvarið. Er þá kannski draumurinn að ráða bara alla Reykvíkingu vinnu vegna þess að þetta fer bara einum vasa í annað. Þetta gengur ekki upp. Það sem ég kalla sóun er það að leita ekki allra leiða til þess að hafa hér sem hagkvæmust innkaup á þjónustu og það snýst þetta. Við vitum það að það verður dýrara ef við gerum þetta sjálf. Þannig að ég held við ættum ekki að innvista þrifum. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari. Veitir þá að andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir.
Já, ég ætla kannski bara að benda á það að tillagan fjallar ekki um það að innvista, hún fjallar um það að gera uppmælingu samkvæmt þeim stöðlum sem venjan að gera til þess að tryggja það að vinnuframlagið og verðið sem borgað fyrir það sé í samræmi við hvort annað. Sóun á almannafé, ég kalla það ef að maður skoðar þennan málaflokk aðeins betur og kjör ræstingafólks, þá augljóst að við tökum þennan kostnað, talandi að færa hluti til í fjárhagnum, þá verið að taka þennan kostnað út bara í velferðarkerfum í staðinn. Það ekki talað um innvistun, það talað um það að meta þörfina og borga það fyrir þá vinnu sem þarf að vinna. Það engin að tala um að innvista, ekki á þessu stigi. Þá hefur borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Óskar. Þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Alessandra Briem. Forseti, borgarstjórn, áheyrendur, velkomin á þennan aukafund. Ég ætla ekki að hafa þetta of langt, en þetta var áhugaverður fundur borgarráðs þar sem við erum að fara yfir fundagerðina. Ég ætla að renna yfir nokkur atriði. Fyrir það fyrst ætla ég að ræða lið 6 Fleivang. Vissulega þetta hár verðmiði, en hann dreifist yfir nokkur ár. Þannig erum við að fá leikskóla, grunnskóla, íþróttahús, frístundaheimili og félagsmiðstöð fyrir Vogabyggð. Og inn í verkefninu líka falleg brú og almenningstorg og ég held að við eigum ekkert að sjá eftir því ofan í Vogabyggð að fá þarna fallegt kennileiti og eitthvað sem getur verið svona ákveðið þungamiðja í hverfinu. Það voru greidd fyrir þetta innviðagjöld og ég held að við ættum bara að gera þetta fallegt og gera þetta vel. Það má stundum sýna metnað, vissulega hægt að spara peninga með því að stundum bara byggja skóla eftir einhverju ákveðnu forsniði eða nota færileg hús eða eitthvað, en ég held að það þurfi líka stundum að gera eitthvað gott, gera það saman. Ég vildi líka ræða lið 7, það bréf regluvarðar. Mér finnst það svolítið svona áhyggjumál. Það hefur alveg gerst á síðustu árum að það hafi upplýsingum að því virðist lekið í fjölmiðla úr fundum borgarráðs og annarra ráða og það ekki gott. En það alveg afleitt þegar það gerist þegar að ræða ársreikning og það bara má ekki gerast. Við erum að tala um bara að þetta eitthvað sem varðar okkar stöðu í Kauphöllinni og skuldabréfamörkuðum og fleira og getur bara varðað fangelsun og bara háum sektum á borgina ef þetta gerist. Og við sjáum það á gögnum málsins að greining Morgunblaðsins var komin í loftið einhverjum sekundum á undan því að okkar gögn yrðu opinber hjá Kauphöllinni. Þannig að augljóslega voru þau komin með ársreikningin áður en hann var áður opinber. Og látum það, ef það fara á fjölmiðil eitt, en ef það fer líka á til dæmis fólk sem í spákaupmennsku, þá þetta að græða á því að vita það undan öðrum hvernig stefnir í ársreikning hjá okkur. Þetta bara lögbrot, þetta ekki í lagi, þetta verður að vera í lagi. Og ég bara hvet til þess að þetta verði rannsakað í þaula og allavega liggur ekki á mér að ef það þarf að skoða tölvupósta það má skoða mína. Ég ætla líka að nefna lið 18 gróðarstöðina Mörk. Það bara mjög ánægjulegt að sjá að það hafi náðst þetta samkomulag. Þetta flókið mál, miklir hagsmunir í allar áttir og bara út frá lögfræðinni þá var tiltölulega takmarkað hvað það væri mögulegt að gera í stöðunni. Og í raun var staðan svo að lóðaleigusamningur markarinnar var útrunninn og borgarráð í borgarstjóratíð Ólafs F. Magnússonar hafði samþykkt að Víkingur ætti ákveðin rétt á að stækka sig þarna inn á og það varð að standa við það. En þessi lending sem náðist á fimmtudaginn að mínu viti besta og raunhæfasta leiðin til þess að gróðrarstöðin Mörk geti áfram starfað innan ramma laganna. Þetta afrakstur bara mikillar vinnu hjá frábæru starfsfólki borgarinnar og góðu samtali við gróðrarstöðina og Víking og fleiri. Ég held að allir aðilar séu sammála með þetta sé svona sennilega besta lending sem hægt var að ná úr þessu og sem tryggir að gróðrarstöðin ætti að geta starfað á, ef við teljum með Kópavogslandið 6,7 hekturum af þeim 7,7 sem hún á í dag. Þannig að þetta mjög ánægjulegt að það hafi náðst og
hluti af bara mjög góðum samkomulögum sem við erum að ná þarna. Ég ætla að rétt að nefna það að mér finnst mikilvægt að við klárum þetta með lið 10, tillögur uppbyggingu félagslegs húsnæðis og nýtingu á eiginfjársframlagi til félagsbústaða. Þarna verið það bara skilgreina hvernig við ætlum að tryggja það að þetta nýtist til þess að fjölga húsnæði hjá félagsbústöðum, vera með ákveðið frumkvæði í uppbyggingu og líka að tryggja bara sjálfbæran rekstur félagsins til langframa. Það er bara mjög mikilvægt. Við erum líka með viljayfirlýsingu Reykjavíkurborgar og Bjargs húsnæðis íbúðafélags. Mér finnst mjög mikilvægt að við bara stöndum við það og höldum áfram að tryggja félagslega blöndun og uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis í borginni. Og svo ég tæki það fram liður 26, uppmæling á stjórnsýsluhúsum. Það er ekki búið að taka neina ákvörðun það að fara í innvistun á ræstingu. Ég veit ekki hvort að það er endilega besta skrefið að fara í þá innvistunum. Mér finnst allt í lagi að við könnum hvað myndi felast í því. Því að það er alveg rétt að stundum hallar á réttindist fólk sem vinnur í þessu og stundum er hagræðið að koma þess vegna. Og við viljum vissulega reka borgina vel, við viljum ekki gera það þannig að það sé á kostnað bara fólks sem er á mjög lágu kaupi og jaðarsett. Og mögulega er þetta leysa úr því með því að gera betri útboð, mögulega þarf að innvista það. Ég er ekki með hugmyndafræðilega afstöðu til þess hvort það þurfi nauðsynlega að vera, en mér finnst alltaf að við könnum það. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, þetta verður á hraðferð hér. Ég ætlaði bara að vekja athygli á lið 7 í fundargerð Mannréttindaráðsins, þar sem að ég náði fram með góðum stuðningi besta fólks, mínu baráttuefni að senda inn á skóla- og frístundastöð áskorun að skoða fræðsluviku fatlanir. Og þau ykkar sem verði áfram hvet ég bara til að halda okkur við efnið. Það er bara fullt af fólki sem býr í Reykjavík sem hefur það alls ekki nóg gott, þekkir ekki stöðu sína, þekkir ekki réttindi sín, þekkir jafnvel ekki sína eigin fötlun. Samhliða því vill ég fá að fagna því sem að Skúli var að leggja fram áðan með skóla- og frístundasvið, íþróttamál fatlaðra. Þetta er bara stórt skref stigið í að bæta samfélag okkar. Þetta er bara stór hópur sem við höfum ekki verið að sinna. Ég taldi á þessum tíma óþarfi kannski að vinna skýrslu um þetta þar sem okkur lægi öllum ljóst að ástandið væri ekki gott, en skýrslur geta skilað góðum hlutum. Þarna er bara komin einhver birtingamynd, eitthvað til að vinna út frá næstu skref og ég held í vonina betri borg fyrir alla. Takk. Þá hefur Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið sínu máli og næsta mælendaskrá Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði að koma hér upp undir fundargerð borgarráðs frá 7. maí, liður 6 sem er skólabrú, fleivangur, hönnun og einnig liður 14 sem er uppfærð aðgerðaáætlun brú bilið. Þetta eru bæði skólamál, skipta okkur gríðarlega miklu máli. Þarna er verið að uppfæra aðgerðaáætlunina brú bilið þannig að við séum alltaf með virka áætlun sem er raunhæf til þess að ná að brúa hið víðfræga bil á milli fæðingarorlofs og leikskóla, að það verði ekki bil í rauninni, heldur brú. Og skólabrúin er hins vegar svo líka bara eiginlega brú og skóli og leikskóli og íþróttaheimili og félagsheimili. Og það sem er verið að ákveða þarna er í rauninni að halda þeirri vinnu áfram sem að sett var 17. apríl 2024 þá kynnti fyrrverandi borgarstjóri úrslitin í þjónustuveri Reykjavíkurborgar. Það var samkeppni það hvernig við getum gert brú þarna. Þetta er auðvitað svolítið flókin staðsetning en mjög mikilvægt og það voru úti og inni arkitektar í samstarfi við Landform, landslagsarkitekta og Onno, þríveitavinnslu sem fengu þessi fyrstu verðlaun. Síðan þá hefur verið unnið að málinu og nú erum við bara að samþykkja næsta skref og ég held að væri mikil sóun ef við færum að henda því núna 2 mánuðum seinna fyrir róða.
Þetta er mjög flott tillaga og ég get bara vitnað í orð þáverandi borgarstjóra Einars Þorsteinssonar með það og tek bara undir með honum að með þessu verður til svona miðja í Vogabyggð sem að glæðir hverfið lífi og mun verða einhvers konar, já svona, ég held að hún muni einhvern veginn gefa hverfinu svo ótrúlega mikið, verður svona hjarta í hverfinu sem að tengist náttúrunni og byggðinni og auðvitað tengir þarna byggðirnar saman. Gríðarlega flott og mikilvægt mál. Mér langaði líka að fá að nefna lið 13 sem er áfangaskil stýrihóps NEET-hópinn svokallaða, sem er ungt fólk sem er ekki í vinnu, þjálfun eða menntun. Stýrihópur sem við skipuðum með skamman tíma skilaði af sér með ógnarhraða, mjög góðum tillögum og mér langar að hrósa þeim borgarfulltrúum sem voru í honum, Guðný Maja Rípa og Einar Sveinbjörn Guðmundsson og Magna Gná Jónsdóttir fyrir bara mjög rösklega vinnu og ég veit að Guðrún Hallar sem var starfsmaður hópsins mun þá fylgja þessum verkefnum áfram innan næsta kjörtímabil þar sem að þessi hópur hefur þá skilað þessari áfangaskýrslu af sér. Þetta er auðvitað okkar stóra verkefni að halda ungu fólki í virkni og þau upplifa að þau séu mikilvæg og taki þátt í samfélaginu. Að öðru leyti þá er það liður 7 með höndlun trúnaðargagna. Það er áfall fyrir Reykjavíkurborg að trúnaður haldist ekki á fundum borgarráðs. Það er auðvitað alltaf áfall en sérstaklega þegar að ræða svona viðkvæm trúnaðargögn eins og ársreikning. Þannig ég tek undir með formanni borgarráðs þar, Alexandru Brím, að þetta er eitthvað sem við þurfum að bæta. Þetta verður rannsakað. Þetta er komið til fjármálaeftirlitsins og ekki ólíklegt að þetta fari lengra. Og við samstarfsflokkarnir ákváðum að bóka það að í það minnsta eru öll okkar tæki eða gögn opin til rannsóknar enda mikilvægt að finna út úr hvernig þetta bara hreinlega gat gerst. Það var þannig að í rauninni birtist frétt innihald ársreikningsins 20 sekúndum áður en að hann var gefinn út í Morgunblaðinu. Þannig að það er augljóst að leka var að ræða. Það er reyndar liður 22, endurskoðun grænaplansins, uppfærð heildarstefna Reykjavíkur sem ég var líka að velta fyrir mér. Ef að borgarfulltrúar væru tilbúnir til þess, þá langaði mig að fá að vísa henni til umræðu á næsta borgarstjórnarfundi. Ég veit ekki hvort maður getur vísað henni, en mér finnst skrítið að taka henni til afgreiðslu á svona aukafundi, á svona stuttum fundi. Og ég held kannski að það geti verið skemmtilegt fyrir okkur að ræða hana í það minnsta eftir kosningar aðeins betra tómi. Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég verð að segja að það er boðað til þess að aukafundar við sérstakar aðstæður til þess að vinstri meirihlutinn geti lokið hér málum í hendingskasti og flausturslega fyrir kosningar. Mörg þau mál sem hér á að samþykkja væri betra að skoða betur og fara yfir í stað þess að ástunda þessi vinnubrögð sem eru óvönduð að samþykkja allt fyrir kosningar. Það eru kosningar eftir nokkra daga. Og það ríðast fyrir mér að fyrra kjörtímabilinu þá óskuðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokksins og Vinstri grænna eftir aukafundi. Þessi flokkar voru allir í minnihluta og það var eiginlega aðalmálið við þennan aukafund sem var haldinn í 10. febrúar 2023. Aðalmálið á þeim borgarstjórnarfundi aukafundi voru ásakanir meirihlutans í garð minnihlutans sem það hefur verið að valda borginni miklum kostnaði með því að halda aukafund. Fundurinn var haldinn held ég klukkan 3 á föstudegi og það var bæði plöggað í fjölmiðla og rætt á sjálfum fundinum þessi mikli kostnaður sem ákveðni borgarfulltrúar var að valda með því að krefjast aukafundar þó að það sé bara réttur okkar. En nú er boðaður aukafundur í hendingskasti svo að sé hægt að ákveða mál fyrir kosningar. Þá er ekkert fjallað kostnað vegna þess að nú er það meirihlutin sem er að biðja aukafundinn. Þannig að ég myndi vilja óska eftir upplýsingu frá
borgarstjóra hver kostnaðurinn við þennan aukafund. Fyrst það var upplýst kostnaður við fundinn árið 2023 þá lítur að vera sjálfsagt samræmi að upplýsa einnig kostnaður við þennan fund. Nú, ég vil óska eftir því að þegar verður farið í atkvæðagreiðslu viðauka við fjárhagsáætlunina að þá verði hver liður borin upp hver í sínu lagi og skilti því. Nú, ég tek undir þær raddir varðandi trúnaðarbrestinn sem varð vegna ársreikningin. Ég tók það mál upp á síðasta borgarstjórnarfundi og þetta er auðvitað óþægilegt. Þetta er ekki stór hópur sem kemur til greina og ef maður horfir á svona á þann bara á tilganginn, í hvaða tilgangi í fréttinni var lekið, þá því miður grunar mig frekar að þessu hafi verið lekið af einhverjum fulltrúa minnihlutans sem meirihlutans, þó að sé ekkert hægt að fullyrða það. En ég tek undir að það sem kom hér fram áðan, það er sjálfsagt bara að rannsaka þetta mál og þess svona mál hafa nokkur sem komið upp á Íslandi og verið rannsökuð og auðvitað miklu oftar í útlöndum og þá skiptir auðvitað máli hvort og oft hafa svona mál verið upplýst þegar að tölvupóstur og farsímasamskipti viðkomandi hafa verið skoðuð og ég segi allan við hönd borgarfulltrúa okkar Miðflokksins, við erum alveg reiðubúin til að láta skoða að fúsumur hásu vilja, láta þar til gerða aðila að skoða þessi gögn á okkur í þeim skyni hvort að það sé, mann geti komist að sannleikanum. Nú, en það var margt rætt á þessum fundi borgarráðs sem við erum að afgreiða hér meira og minna og meðal annars fleifangur eins og borgarstjóri kom inn á. Við erum svolítið ósamlega þetta eins og mörgunum mál en við fjöllum það í borgarráði að miðað við fyrirliggjandi gögn þá mun þessi bygging fleifangur eða skólabrú einkennast af framúrstefnulegum íburði og bruðli. Húsið verður augljóslega mjög dýrt í byggingu og rekstri og margt bendir til að það sé uppskrift að kostnaðarlegu stórslysi, meðal annars vegna legu og lögunar hússins. Kostnaðaráætlun byggingarinnar nemur nú tæpum 15 milljörðum króna, efri vikmörk nema 19,3 milljörðum en neðri vikmörk 13,4 milljörðum. Samkvæmt reynslu er eðlilegt að horfa til efri vikmarka að minnstakosti. Þessar framkvæmdir verða hægt að fjármagnaðar með dýrum lánum sem velt verður yfir næstu kynslóð og svo spurningi vaknar hvort stjórnendur borgarinnar hafi ekkert lært af kostnaðarsömu mistökum sem gerða hafi verið í byggingamálum borgarinnar á undanförnum árum, ekki síst á sviði skólamála. Bruðlinu virðist ekki hægt að ætla að linna miðað við þetta verkefni sem er á teikniborðinu. Mörg dæmi sýna þó að hægt er að reisa glæsilegar og metnaðarfullar skólabyggingar án þess að kostnaður færi úr böndunum. En þetta kemur út úr verðlaunarsamkeppni og þær virðast oft af þær afleiðingar í för með sér að kostnaður opinberra byggingar hleypur upp öllu valdi. Stundum virðast arkitektar líta á slík verkefni sem tækifæri til að reisa sjálfu sér framúrstefnuleg minnismerki. Hagkvæmni og notagildi virðist þá ekki skipta máli, hvorki byggingarkostnaður viðkomandi húss né rekstrarkostnaður þess til framtíðar. Betra væri að afgreiða ekki málið á þessu fundi, heldur skoða það að festu og í rólegheitum eftir kosningar. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi lokið máli sinu, borgarfulltrúi óska eftir að það veri greitt sératkvæði undir 8. liður viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þetta eru 11 liðir, óskar borgarfulltrúinn eftir öllum eða tekið eitthvað út? 7. lið, já, takk fyrir og forseti verður við því. Þá er næst á mælendaskrá Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek til máls undir fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 8. maí, 4. dagskrárlið. Tillögu spretthóps frístundakortið til þess að efla þátttöku barna og ungmenna í frístundastarfi. En á fundi borgarstjórnar í febrúar síðastliðnum samþykkti borgarstjórn að fela menningar og íþróttaráði að undirbúa tilraunaverkefni sem feli í sér að hægt verði að nýta frístundastyrk fyrir styttri námskeið en núverandi reglur gera ráð fyrir. En núverandi reglur gera ráð fyrir að lágmarki 8 vikum og það er ekkert ástæðulausu af hverju tímalengdin er eins og hún er. Úr var spretthópur sem ég leiddi og við lögðum fram tillögur sem liggja fyrir í skýrslunni hérna í dag en er að ræða viljum við
einbeita okkur að þeim sem að höllum fæti standa og hafa ekki nýtt frístundastyrkinn. Lykilbreytingin að tímabundið fá börn í viðkvæmri stöðu tækifæri til þess að nýta frístundastyrk ef þau hafa ekki nýtt styrkinn áður í námskeið. Óháð lengd til tímabundið að þetta tilraunverkefni. Jafnframt var lagt til að bæta aðgengi að frístundastarfi með því að forgangsraða úthluta tímum í mannvirkjum borgarinnar í hverfum þar sem þátttaka er lág. Þannig að börn hafi raunhæf tækifæri til þess að kynnast fjölbreyttum íþróttum og tómstundum í sínu nærumhverfi. Við gerum ráð fyrir því að við leggjum til að það verði tekið út annars vegar þáttakan áramótin og síðan næsta vor af því að við viljum að hvort við náum til þessa hóp sem hefur ekki verið í þáttöku áður. Þá leggjum við til að verði stofnaður sérstakur suðupottur þar sem að frístundamiðstöð geta þróað og meðal nýjum lausnum að námskeiðum sem taka mið af þörfum barna í hverju sinni. Þannig að verði til svona suðupottur sem að kemur til móts við þarfir grasrótar og feltsins á hverjum tíma. Einnig lögð áhersla að fjármagn fylgir raunverulegri nýtingu frístundastyrksins þannig að við leggjum til að það verði að þessum tillögum verði vísað inn í fjárhagsáætlun vinnu fyrir næsta sem er núna að hefjast eftir kosningar. Í vinnunni kom margt áhugavert í ljós og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að lesa skýrsluna. Það var skammur tími til, við unnum frekar hratt og ég hefði gjarnan viljað hafa fengið fleiri gögn og meiri tíma til að vinna almennilega eða einhvern veginn kafa aðeins dýpra en við höfðum ekki tíma til þess. En hins vegar, það sem ég kannski pínu og er stoltust að var til samtal þvert á svið. Annars vegar þau gögn sem að menningu og íþróttaráð hefur með þeim gögnum sem að byggja að baki frístundakortin og nýtingu á þeim og hvar það er nýtt og hins vegar samstarf við skóla og frístundaráð. Því þau hafa annars konar aðgang að gögnum. Þannig að ég bind vonir við að ég sé með þessari vinnu og við í hópnum búin að búa til brú á milli sem að nýtist ykkur sem að eftir takið við keflinu hér eftir kosningar til þess að halda áfram að reyna að virkja fleiri börn til þáttöku og ná þeim markmiðum að ekkert barn sitji eftir eins og borgarfulltrúi Jóhanna Jónsdóttir kom inn á áðan, borgarfulltrúi Skúli Helgason leiddi að í sínu erindi með fötluð börn. Við berum ábyrgð hér inni á því að tryggja öll séu með. Þannig ég vil þakka félögum mínum, honum Friðjóni Friðjónsinni borgarfulltrúa fyrir samvinnuna og samstarfið og starfsfólki borgarinnar sem var með okkur, var okkur innan handar og svo formanni Íþróttabandalags Reykjavíkur, hún Ingvari Sverrissyni. Þannig að það er einlæg von mín að þetta verkefni, teymi frístundatengla sem við bjökum til hér saman, nýi styrktarsjóðurinn sem mun líka styðja við börn í viðkvæmri stöðu, að við bara náum saman í takt að tryggja það að farsældin taki utan öll börn. Takk. Þá hefur Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti að geta borgarstjórn, mér langar aðeins að koma upp og taka til varna fyrir góðan arkitektur og fagurfræði og notagildi. Af því að skólinn á Fleyvangi, hann er þannig þegar maður les til hvers hann er ætlaður að þá er þetta að segja að það séu ansi margar flugur slegnar í einu höggi, einni byggingu. 10 deilda leikskóli, grunnskóli fyrir 1. til 10. bekk, íþróttamiðstöð, félagsmiðstöð, frístundaheimili, göngu- og hjólabrú og síðan sjálft Vörputorgið.
og mér finnst það alveg geggjað og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim þeirri áminningu að það þurfi að fara varlega með peninga, auðvitað. En ég get ekki séð betur en að þarna sé, ef að þetta gengur nú allt eftir, en að þarna sé bara farið ansi vel, eða þarna séum við að fá alveg ótrúlega mikið fyrir aurinn. Og ég minna á það að núna í dag, Ísland hefur sennilega aldrei og Reykjavík aldrei verið ríkara samfélag. Það er sannlega komið að minnast á byggingu Austurbæjarskóla sem var byggður tók til starfa árið 1930. Hann rauninni byggður á tímum þegar að riðu yfir fjármálakreppur yfir allan heiminn. Og hann var byggður af því líkum metnaði að fátæku fámennu samfélagi, arkitekt Sigurður Guðmundsson og myndlistarmaðurinn Ásmundur Sveinsson var fenginn til að gera lágmyndir. Ekki allir stoltir af því í dag? Einhver að segja, þetta var nú óþarfa bruðl, þetta var nú bara gæluverkefni. Og í skólanum, þetta eitt fyrsta húsið á Íslandi sem hitað með heitu vatni, jarðvarma. Þar lítil sundlaug, 30 kennslustofur, sérgreinastofur, teknistofa, kennslustofa, smiðstofa, sundlaug, eins og áður sagði, fimleikasalur, handavinnustofa, samkomusalur fyrir skemmtanir, jólaskemmtanir og kvikmyndasýningar og söngsalur. Og sérstaklega sérbúnar náttúrufræði og landafræði stofur. Og ég þori ekki alveg að fara með það hvað þetta kostaði að frekar fátæklegri fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þessi árin, en í dag og síðustu áratugi hafa allir, held ég, verið stoltir af þeirri miklu framsýni og metnaði sem borgaryfirvöld sýndu þegar þetta var byggt og líka að sýna smá hugrekki að láta ekki úrtölu fólk draga allt niður. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Þar var beðið ansvar, forseti biðst afsökunar, þá er það Kjartan Magnússon. Það þarf að taka úr pontu ansvarið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa fyrir ansvarið og ég viðurkenni alveg að þegar maður fer ræða þessi mál þá erfitt að alhæfa og það er mjög auðvelt að fara út á hálan ís. Auðvitað í hlindur metnaðarfullu byggingum eins og Austurbæjarskólinn og Melaskóli til dæmis dæmum. Það var haldinn, þegar danski kóngurinn kom hingað á 5. áratugnum, þá var kóngavistan haldinn í Melaskóla því það var það flottasta hús landsins. En þannig að mörg hús hafa verið byggð af stórhug. Ég held þó að hér áður fyrr, þegar mörg þessara húsa voru byggð, þá var það ekki endilega útkoman úr verðlaunasamkeppni, alls ekki. Það var bara ránir arkitektar sem teiknuðu og gerðu þetta glæsilega líka hagkvæmt. Og mér finnst bara að pottur hafi verið brotinn og víða í þessum byggingamálum borgarinnar undanfarin ár. Ég get nefnt Dalskóla sem dæmi, það var líka samkeppni og svo þessi bygging samkeppni. Ég held að næsta borgarstjórn, hún verði að staldra við og endurskoða þessi mál. Maður heyra margar bransasögur hræðilegt bruðl hjá borginni í byggingamálum. Það verður einfaldlega að setja niður fótinn, endurskoða málið og nýta fé skattgreiðenda betur. Magnússon borgarfulltrúi lokið við að veita ansvars eða ansvörum lokið og hérna næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek til máls undir fundargerð borgarráðs frá 7. maí, 40. og öðrum lið sem tillaga sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lagði fram fyrir hönd okkar óháðra og liðsmanna Miðflokksins í borgarráði varðandi að koma upp hverfislögreglustöð í Breiðholti.
Reyndar lagði Kjartan Magnússon borgarfulltrúi þessa tillögu fram í september síðastliðnum. Nú eru komnir 8 mánuðir síðan að þessi tillaga var lögð fram og því miður af fréttum að dæma í dag á vísi.is þá full þörf á því að tryggja öryggi á þessu svæði og í þessu borgarhluta. Því þar var ráðist á konu af ungmennum og tillaga þessi sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur ítrekað lagt fram, hún felst í því að það verði teknar upp viðræður við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og dómsmálaráðuneytið starfrækslu hverfis lögreglustöðvar í Breiðholti í því skyni að styrkja löggæslu í borgarhlutanum. Og stöðin verði starfrækt í anda svonefndrar samfélagslöggæslu og áhersla lögð á að tengja hann á skólunum í hverfinu með jákvæðum hætti. Og er það ræða samstarfsverkefni ríkis og borgar. Og mér finnst það dálítið dapurt að núna verið að hraða hér í gegn á þessum fundi, síðasta fundi fyrir borgarstjórnarkosningarnar, örfáum dögum fyrir þær kosningar, veigamiklum og stórum málum sem að meirihluti vill augljóslega að verði samþykkt áður en að ný borgarstjórn tekur við, að þetta mikilvæga verkefni skyldi þó ekki fá að fljóta með. Þessu máli var frestað á síðasta fundi borgarráðs. Og sömuleiðis var það í skipulagsráði núna 7. maí síðastliðinn. Þar var verið að hraða í gegn mjög umdeildum skipulagsákvörðunum rétt fyrir kosningar og á sama tíma og þessi borgarstjórn sem að fara frá hefur mjög takmarkað umboð. Þessum ákvörðum hefðu augljóslega líka átt að vísa til nýrrar borgarstjórnar. En ég segi, góðir borgarfulltrúar, úr því að hér erum við komin saman í dag, að þá finnst mér að við ættum að taka þessa og leggja það til að við tökum þessa tillögu hverfislögreglustöðina í Breiðholti til afgreiðslu. Og þá því formlega komið á framfæri að borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir óskar eftir því fyrir hönd okkar borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar að við afgreiðum tillöguna hverfislögreglustöð í Breiðholti hér á þessum fundi í dag. Og ekki síst í ljósi þessara dapurlega frétta af árásum sem þar hafa átt sér stað. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Friðjón Friðjónsson. Þegar að við fengum gögnin vegna skólans við Fleivang, eða skólans sem að kallað Fleivangur, og við sáum að þar þurfa að fara fram jarðvegsskipti upp á 3,3 milljarða vegna þess að Geirsnefið mengað, vegna þess að það land sem að skólinn á að hvíla á að hluta þannig mengað að það samræmist ekki reglum að byggja skóla þar. Það verður til þess að maður staldrar óneitanlega við hvort að þetta sé réttur staður fyrir skóla og hvort það sé rétt að við förum í það að raska jarðvegi á þessum stað við ósa Elliðaána. Mér finnst það stór alvarlegt að við ætlum að leggja af stað í þá vegferð. Það má lítið út af bragða til þess að þarna verði mikið slys við það að moka upp gömlum bílhræjum, 60 ára gömlum og einhverjum rafgeymum og drasli. Það má vera að það sé rétt að skipta jarðvegi og það þurfa að gera það sérstaklega og það þarf að rannsaka það. Það hafa verið skrifað greinar þessa fyllingu í blöðin og rætt það að það þurfi að fara fram almennilega rannsóknir, en gerum það þá.
skoðum hvort það sé tilefni til þess að skipta jarðveg þarna. En að ákveða að byggja skóla á þessum stað, á þessum mengaða jarðvegi og þess vegna þurfum við að skipta hann, ég get ekki stutt það. Við erum að fara rangt í það verkefni. Það er ljóst að við þurfum skóla í Vogabyggð og sérstaklega þá uppbyggingu sem að byrja í Ártúnshöfða. En þessar upplýsingar jarðveginn, þessar upplýsingar kostnaðinn við að skipta þennan jarðveg hafa þeir för með sér að það er ekki hægt að styðja þetta verkefni. Við verðum að finna aðra lausn á þessu verkefni heldur en að byggja skóla á menguðum jarðveg og ætla að rutta því upp með einhverjum litlum fyrirvara. Þá hefur Friðjón Friðsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri kvatt sér ljós og er þá gengið til atkvæðagreiðslu. Allir í salnum. Já. Já. Er það sendt til forseta og forsætisnefnd? Já. Ég sendi þér hana, hún er mjög stutt. Þú getur bara að lesa hana, þú getur ekki senda hana til borgarstjórnar. Þú getur klárað þetta bara fyrir mig. Þannig við sendum þetta áfram til borgarstjórnar. Þú lest þetta bara þegar við erum búin með þetta. Okay. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrst er greitt atkvæði sjötta lið fundargerð borgarráðs frá 7. maí, skólabrú, Fleifangur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera Þá er það samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og óvara greiða atkvæði á móti, aðrir sitja hjá. Næst er gengið til atkvæðagreiðslu 8. lið viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Borist hefur ósk að greiða sératkvæði 7. lið. Þannig að það er tekið fyrst. Þannig að 7. lið forseti skal lesa upp. Þannig að það sé skýrt. Sjötti lið fjárfestingarheimild vegna þjóðvegis og þeir sem samþykkja 7. lið gefa merki. Nei, það er bara innan við þetta. Það eru 12 pluss við. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með 13 atkvæðum samstarfsflokka Viðreisnar, aðrir sitja hjá. Þá er borið upp í heild sem sagt hinar tillögur úr 7. og 8. lið viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með 13 atkvæðum samstarfsflokka Viðreisnar, aðrir sitja hjá. Þá er borið upp til atkvæðagreiðslu 10. liðu uppbygging félagslegs húsnæðis og nýting eiginfjármagns til félagsbústa. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með
atkvæðum samstarfsflokkanna, á móti greiða atkvæði fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Má forseti biðja aftur að sýna óháðara? Nei? Hverjir greiddi á móti? Má forseti biðja aftur já, það voru sem sagt fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og óháðara, aðrir sitja hjá. Takk. Þá er það 11. liður, vilja yfirlýsing Reykjavíkurborgar félagsbústaða, þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, á móti greiða atkvæði fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og óháðara, þannig og aðrir sitja hjá. Þá er greitt atkvæði 22. lið, endurskoðun græna blaðsins, þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með atkvæðum samstarfsflokkana og Viðreisnar, aðrir sitja hjá. Þá er greitt atkvæði 23. lið, vilja yfirlýsing Reykjavíkurborgar Visku og Félags íslenskra náttúrufræði uppbyggingu óhagnaðardrifinna húsnæðis, þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með 17 atkvæði samstarfsflokkana, Viðreisnar og Framsóknarflokksins, á móti greiða atkvæði fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og óháðara. Þá er það 24. liður, vilja yfirlýsing Reykjavíkurborgar Bjarg íbúðafélags, þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er þetta einnig samþykkt með 17 atkvæðum samstarfsflokkana, Framsóknarflokks og Viðreisnar, á móti greiða atkvæði fulltrúa Sjálfstæðisflokks og óháðara. Þá er það 27. lið, uppmæling á stjórnsýsluhúsum, þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er það samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana, aðrir greiða atkvæði á móti. Þá hefur borist forseti ykkur 2 mínútna fundarhlé. Þarf að finna þetta, lesa upp.
Forseta hefur borist beiðni að taka inn með afbrigðum tillögu. Forseti skal lesa tillöguna. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir og liðsmenn Miðflokksins leggja til að tillaga hverfislögreglustöð Breiðholti sem 43. liður á dagskrá borgarráðs verði tekin til afgreiðslu á fundi borgarstjórnar í dag, 11. maí 2026. Þannig að þá þarf að greiða atkvæði hvort þetta verður tekið inn með afbrigðum. Þeir sem styðja að taka inn tillöguna gefa merki. Það snýst er þetta skýrt? Það snýst að taka inn og umræða og greiða atkvæði mál sem frestað á fundi borgarráðs. Er þetta skýrt? Þetta mál, 43. liður í borgarráð var tekið fyrir, eða var frestað á fundi borgarráðs og borgarfulltrúar biðja hér að taka þetta inn og greiða atkvæði hér. Er þetta rétt skilið? Já. Þá sem sagt greitt atkvæði hvort þetta verður tekið inn á dagskrá. Þeir sem samþykkja að taka þetta inn með afbrigðum, það eru fulltrúar óháðra. Þeir sem á móti kunna vera. Fulltrúi Framsóknar. Já, þá voru það 3 borgarfulltrúi sem samþykkja, borgarfulltrúi óháðra og 1 borgarfulltrúi Framsóknar, en til að hann fellt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana aðrir sitja hjá. Þá liggur ekkert fleira fyrir á þessum fundi. Eru bókanir komnar ef svo Aftur? Já, það var þá þarf að lesa upp. Það bara ein bókun, þetta bara einn liður á dagskrá. Já, þá má lesa upp bókanir. Þá það Kjartan Magnússon sem lesa bókun. Eða fleiri? Í pontu. Mikrofón virkar ekki hér. Forseti, ég kynni hér 2 bókanir borgarfulltrúa Miðflokksins undir þessum lið og ég bið að það sé að minnsta kosti höfð þá greinaskil á milli þeirra í textanum eins og tíðkast hjá Alþingi og öllum sveitarfélögum á landinu að það eru leið greinaskil þegar að fólk sendir frá sér bókanir. Enda koma greinaskil ekki í veg fyrir það að það sé litið á þetta sem samfelldan texta samkvæmt íslenski málfræði. Nú, fyrir bókunni hljómar svo. Borgarfulltrúar Miðflokksins sitja hjá í atkvæðagreiðslu vegna 6. liðar fyrirliggjandi viðauka þar sem þeir eru alfarið andvígir framlögum til verkefna í tengslu við svokallaða borgarlínu, þar á meðal vegna smíði Fossvogsbrúar. Og seinni bókunin hljóðar þannig: miðað við fyrirliggjandi gögn mun byggingin Fleivangur skólabrú einkennast af framúrstefnulegum íburði og bruðli. Húsið verður augljóslega afar dýrt í byggingu og rekstri og margt bendir til að það sé uppskrift að kostnaðarlegu stórslysi, meðal annars vegna legu og lögunar hússins. Kostnaðaráætlun byggingarinnar nemur nú 14.865 milljónum króna, efri vikmörk nema 19.300 milljónum króna en neðri vikmörk 13.400 milljónum. Samkvæmt reynslu eðlilegt að horfa til efri vikmarka að minnstakosti. Byggingaframkvæmdir verða væntanlega fjármagnaðar með dýrum lánum sem velt verður yfir á næstu kynslóð. Svo spurning vaknar hvort stjórnendur borgarinnar hafi ekkert lært af kostnaðarsömum mistökum sem gerð hafa verið í byggingamálum borgarinnar á undanförnum árum, ekki síst á sviði skólamála. Bruðlinu virðist ekki ætla að linna miðað við verkefni sem er á teikniborðinu.
Mörg dæmi sýna þó að hægt sé að reisa glæsilegar og metnaðarfullar skólabyggingar án þess að kostnaður fari úr böndunum. Verðlaunasamkeppni virðist oft hafa þær afleiðingar í för með sér að kostnaður opinberra bygginga hleypur upp úr öllu valdi. Oft virðast arkitektar líta á slík verkefni sem tækifæri til að reisa sjálfum sér framúrstefnulegt minnismerki. Hagkvæmni og notagildi virðist þá ekki skipta máli, hvorki byggingakostnaður viðkomandi hús né rekstrarkostnaður þess til framtíðar. Takk fyrir þetta. Það var það bókun Framsóknarflokksins. Já, bókun Framsóknar er svona. Framsókn situr hjá vegna þess að hér er verið að hefja ferli við hönnun hús sem afar óljóst er hver endanlegur kostnaður verður. Efri vikmörk hljóða upp á hátt í 20 milljarða króna. Teikningin af þessu húsi er afar falleg og metnaðarfull. Mikilvægt er að sýna metnað í byggingu grunnskóla og sýna íbúum og starfsfólki að þau innviðagjöld sem greidd voru fjármagni innviði í hverfinu. Framsókn telur brýnt að skólinn rísi sem fyrst og hefði viljað sjá samanburð á hagkvæmari kosti sem gæti risið fyrr en árið 2035. Framsókn leggst enn fremur gegn þeim áformum meirihlutans að stefna að investun ræstingja hjá Reykjavíkurborg enda myndi það hafa í för með sér umtalsverðan aukinn kostnað. Eru þá fleiri bókanir á leiðinni? Er beðið fundarhlé? Já, þá var tekið fundarhlé.
Þá fundum haldið áfram í borgarstjórn og lesið bókun frá samstarfsflokkunum. Ætla ég að lesa bókun. Skulum sjá. Sara, þetta getur ekki mögulega verið rétt, Andrea. Já, samstarfsflokkarnir eru stoltir af viljayfirlýsingu Reykjavíkurborgar við Félag íslenskra náttúrufræðinga og Visku stéttarfélag háskólamenntaðra, og Visku stéttarfélag háskólamenntaðra uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík á næstu árum og af nýrri viljayfirlýsingu sem treystir áframhaldandi samstarf við Bjarg. Tæplega 4.000 manns eru á biðlista hjá Bjargi, 1.000 einstaklingar hjá Visku og FÍN uppfylla skilyrði tekjumarks almennra íbúða. Viljayfirlýsingin í samræmi við markmið húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar fjöldbreytt framboð húsnæðiskosta fyrir alla félagshópa og félagslega fjölbreytni innan hverfa. Aðskipulags Reykjavíkur 2040 og samningsmarkmið Reykjavíkurborgar á nýjum uppbyggingarsvæðum. Einnig voru samþykktar á fundinum tillögur uppbyggingu félagslegs húsnæðis á vegum félagsbústaða sem tryggja fjölgun íbúða, sjálfbærni í rekstri félagsins og nýja aðferðafræði til að standa að uppbyggingu íbúða. Við erum stolt af því að taka raunveruleg skref til þess að fjölga íbúðum í borginni. Jippi kóla. Jippi kóla ekki í textanum. En þá liggur ekki fleira fyrir á fundi borgarstjórnar og fundi slitið 17:23.